Fór síðan að tala einhvern njósnara. Heimtaði að fá að vita nafnið á honum. Njósnara? Mér vitandi engin njósnari. Hvaðan voru þið þá að fá þessar upplýsingar? Frá Dagbjörtu innanríkisráðherra. Dagbjörtu? Hún búin að liggja við hverjum einasta punkti. Hún ótrúlega klár. Og hvað gerði Guo? Hann sagðist ætla að stoppa þetta rugl. Heimtaði síðan að ég hætti allir í andstöðu. Og hvað? Drapst hann til að fá frið? Ég? Nei, guð minn góður. Hann lofaði að halda þessu leyndu ef ég spilaði með. Og ég gerði það. Guo kom til mín í fyrradag og sagðist vera búin að redda málunum. Ég átti hins vegar að láta hann vita í hvert einasta skipti ef að Dagbjört myndi mata mig á upplýsingum. Mér finnst líklegt að hann hafi fundið eitthvað á hann. Gott að sjá þú ert heil á hófi. Hvar fékkstu allar þessar upplýsingar sem þú varst að fóðra samninganefndina með? Hvað ertu núna búin að grafa upp? Ég fann alla drulluna sem Guo var að kúa vinkonunnar í nefndinni með. Þú ert ekki búin að svara spurningunni. Ég las gögnin og dró réttar ályktanir. Ég er góð í því sem ég geri. Guo sagðist vera búin að finna leið til að stöðva þig rétt áður en hann dó. Hvað hafði hann á þig? Þig. Hann hafði þig. Hann vissi okkur og beitti því gegn mér. Varst það þú sem varst með honum inn á klósettinu í Hörpunni? Heldur þú virkilega að lögreglan hefði sleppt mér svona fljótt ef ég hefði verið nálægt þessu rugli? Nei, Stella. Ég var að tala við forseta kínverska þingsins. Það var umkringd vitnum. Ég kemst ekkert áfram með þetta helvítis mál. Þá er ég líklega ekki að hjálpa þeim með nýjustu fréttir. Ég var að koma að fundi með Sverri og utanríkisráðherra. Og okkur var að berast formleg framsalsbeiðni. Þeir vilja rétta yfir þér í Kína. Þeir geta það ekki. Morðið var framið á íslenskri grundu. Þú veist hvernig Sverrir og Kó eru varðandi eina samning. Þeir myndu selja nýrún og börnunum sínum fyrir á. Þannig að þeir ætla að samþykkja framsalið? Já. Er eitthvað meira vitað um morðið? Samkvæmt bráðabirgðaskýrslu að það voru þetta víst ofnæmisviðbrögð. Guo var víst með ofnæmi fyrir hnettum. Samkvæmt krufningsskýrslu að það voru ofnæmisvaldurinn á getnaðarlimnum. Þannig að lögreglan lítur á þessi vísbendingu að kvenmaður geti að vera að verki. Kannski var Guo að spila báðum megin við stakkettið. Hver veit? Þú verður að hjálpa mér. Ég geri það sem ég get. En það verður erfitt. Hvað er að frétta bláu töskunni? Stella, allar aðra leiðir eru lokaðar. Það eina sem við höfum er bláa taskan. Þú lætur mig fá hana og þá er ég komið með vogarafl. Ertu að pæli að kúa eða leið í forsætisráðherrastólinn? Fyrir þig. Taskan er enn dulkóðuð, þannig að hún gerir ekki gagn. Gunnar er nóg veik til að finna leið til að opna hana. Ég myndi reyna að hressa hana við. Ég vil bara að þú sért örugg. Farðu varlega.